Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og blessuð og velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar hittum við tvo pólska bræður sem hafa alist upp á Suðurnesjum og eru að gera skemmtilega hluti. Við förum í tímamótahlaup á Keflavíkurflugvelli með starfsmönnum Isavia og svo sýnum við ykkur brot frá útskrift Fjölbrautaskóla Suðurnesja en yfir 100 nemendur voru brautskráðir þar á War On. En hefjum leikinn í mögnuðu flugbrautarhlaupi á Keflavíkurflugvelli. Stuð og stemning á skrýtnum tímum hérna á flugbrautinni. Já, við fengum þessa frábæra hugmynd sem að nýta flugbrautina á meðan það svona rólegt og fengum þessa hugmynd að gera svona hreyfileika og fá fólk til þess að efla liðsanda og gera eitthvað skemmtilegt saman og við erum með keppni í gangi núna, svona stigakeppni og lokaspretturinn hérna hjá okkur núna og rosaleg stemning. Hvað var bara ákveða búið til hlaup, vera með hlaup? Þetta náttúrulega búið að vera svolítið í bígerð og þetta búið að vera hugmynd sem búið að grúsa lengi hjá fólki og við ákváðum að nýta bara tækifæri núna að meina væri frekar rólegt. Þessi hugmynd að geta hlaupið á flugbraut? Já. Að geta hlaupið, einmitt, flugbrautina. Já, flugbrautina. Já, þannig að, já. Hvernig andinn? Andinn mjög góður. Isavia bara með hresst fólk og skemmtilegt með sér í liði og þetta bara frábært framtak og allir eru hressir og til í þetta. Markasdeild og mannasdeild, ákveða skipuleggja þetta til að koma fólkinu saman í miðri COVID. Já. Og vera skrýtnir tímar? Já, frekar skrýtnir, en við bara horfum fram á við og vonum bara að þetta fari og keyrast bráðum í gang. Já, við komumst í gegnum þetta. Þú er bara beðið eftir ferðamönnum? Það er bara beðið eftir ferðamönnum, já. Það ekki? Jú. Drengir, til hamingju með nýtt brautarmet. Já, takk fyrir það. Hvernig er tilfinningin? Geggjuð tilfinning, sko. Alveg frábært að hlaupa á brautinni, sko. Alveg meira á þetta. Hvað er það? Er þetta bara hvað? Vegur, vindinn í bakið, það var bara alveg klikkastuð, sko. Þið voru fljótir? Já, þetta kemur með æfingunni. Eru þið vanir? Já, smá. Hlaupið nokkur ár. Reynum að hlaupa sem mest. En þetta uppátæki er skemmtilegt. Þetta er alveg geggjað. Þetta þyrfti eiginlega að vera einu svona ári. Jafnvel að lengja þetta líka, hafa bæði 5 og 10 km. Það væri alveg geðveikt gaman. Það er ekki víst að það tækifæri komi eftir. Nei, þess vegna er alveg geggjað að geta nýtt sér þetta tækifæri að fá að hlaupa út á flugbraut. Það er bara á alþjóðaflugvelli, það er ekki margir sem fá að gera það. Það er svolítið spes. Það er mjög spes, alveg frábært. Hvernig er þetta búið að vera hjá ykkur undanfarið? Þetta er skrýtnir tímar? Þetta er mjög skrítið. Maður bara þarf að gera besta úr þessu og maður er hálfpartinn í sumarfríi þó sem maður sé að vinna ennþá. Þannig að tíminn er búinn að fara í bæði hlaupin og golfi, þannig að maður finnur sér ný hobby. Þú ert að starfa í fríhöfni? Já, það er ekki mikið að gera þar í augnablikinu, því miður. En þú? Það er þetta nóg að gera hjá okkur. Við erum að rífa niður og breyta og laga til á svona álagssvæðum, sko, sem er bara að nýta tækifærið á meðan það gefst. Það er engin traffík. Þið bíður nú samt eftir trafíkinni? Já, það bíða náttúrulega allir eftir trafíkinni, sko, það er ekki spurning. Já, það er alltaf gaman að fá fólk í fríhöfnina. Jæja, hvernig gekk þetta? Þetta hafðist, þetta var ótrúlega gaman. Fyrsta skipta flugbraut, sko. Það er ótrúlega tilfinning, eða ekki? Jú, það er það. Sjá bara þessa víddir og þessa stærða og þessu allt saman, sko. Maður er eftir að horfa á þetta öðruvísi en næsta flugtæki, held ég. Nei, þetta er svona skemmtileg stemming á skrýtnum tímum. Já, það er það. Við verðum að gera eitthvað. Þetta er alveg svona einn svona æfið sem við getum gert þetta. Vonandi. Vonandi verður bara brjálæði að gera strax eftir nokkra mánuði, sko. Þú var bara beðið eftir
ferðamönnum, útlenskum. Algjörlega, við bjóðum það velkomna. Ekki. Ekki spurning, við erum til. Og þú hérna á þínum gömlu heimaslóðum? Já, reyndar, það er ekki, skemmir ekki fyrir, sko. Alls ekki, sko. Ég sé Keflavík frá öðru sjónarhorni. Ertu bjartsýn á framhaldið eftir veiruna? Já, við verðum að vona það. Við verðum að vona að þetta bara taki vel við sér og við höfum alla þessa náttúru og þessa fegur upp á bjóða, það hefur ekkert breyst. Þannig ég held að fólk muni sækjast eftir því að koma hingað. Sjónvarp Víkurfrétta sýndi í beinni útsendingu á netinu frá útskrift Fjölbrautaskóla Suðurnesja síðustu helgi. Skólameistari og kennarar þökkuðu rúmlega 100 nemendum fyrir góða frammistöðu og afhentu þeim duglegustu verðlaun. Hér kemur smá brot frá hátíðinni. Þessi síðasta önn hefur svo sannarlega verið eftirminnileg og reynt á. Hún hófst á hefðbundinn hátt og fólk gerði áætlanir hvernig ljúka mætti prófum og ná þannig settu marki. Í einu vetfangi var öllu umturnað og nemendur sem ætluðu sér að vera í hefðbundnu námi voru þess í stað komnir í fjarkennslu og öll samskipti við kennara orðin rafræn. Segja má að fjórða iðnbyltingin svo kallaða hafi skollið á fyrirvaralaust. Þessi breyting gerði ríkar kröfur bæði til kennara og nemenda. Nú þurfti að meta þekkingu og þjálfa færni og hæfni nemenda á annan hátt en áður. Þetta hvatti kennara og nemendur jafnframt til að prófa nýjungar og vera skapandi í lausnum. Skólahúsnæðið stóð að mestu tómt en kennarar og nemendur sinntu kennslu og námi að heiman. Í þessu fólust samt ákveðin tækifæri. Þið urðu að tileinka ykkur ný vinnubrögð, treysta meira á eigin getu og sýna meira sjálfstæði í vinnubrögðum til að sigrast á þessum áskorunum. Þið sem hér eruð stóðust þessa áskorun og eruð að útskrifast. Þið ekki að leyna að þið hafið farið margs á mis á þessari síðustu önn ykkar. Ekkert skemmt í kvöld, engin dimmisjós og þið fenguð ekki tækifæri til að kveðja samnemendur ykkar og starfsmenn eins og venja er og þið voru búin að búa ykkur undir með kaupum á búningum. Ég man vel eftir því þegar ég gekk inn í skólan fyrsta daginn, á nýnemadaginn. Ég var í hreinskilni sagt skíthrædd. Eftir 10 ára grunnskólagöngu í sama skólanum sem ég þekkti svo vel, var ég að fara að byrja í nýjum skóla. Ég vissi raun voða lítið skólan og vissi ekki nákvæmlega hvernig ég ætti að feta mig á þessum nýju slóðum. Ég rataði ekkert skólan, ég skildi ekki stokkatöfluna og mér fannst ég eiginlega ekki eiga heima hér. En það breyttist fljótt. Eftir nýnemadaginn, þar sem ég var búin að kynna skólanum, starfsfólkinu og hinum nýnemunum aðeins betur, fannst mér ég vera ótrúlega velkomin í skólan. Þá hafði ég ekki hugmynd hversu ótrúlega skemmtileg, krefjandi og gífurlega þroskandi næstu 3 ár yrðu. Framhaldsskólaárin ein mest spennandi en á sama tíma krefjandi ár sem ég hef upplifað. Hér kynnist maður fullt af nýju fólki og eignast vini fyrir lífstíð. Hér býr maður til góða minningar sem munu seint gleymast. Hér lærir maður svo ótrúlega mikið sem á eftir að nýtast vel á lífsins leið. En á leiðinni koma einnig upp allskyns hindranir og erfiðar áskoranir sem við verðum að takast á við. En þær eru partur á lífinu og við komum alltaf sterkari tilbaka. Á þessum 3 árum sem ég hef verið hér hef ég líka þroskast ótrúlega mikið. Ég hef öðlast meira sjálfstraust og ég finn að ég mun sjálfstæðari en litli businn sem mætti hingað skíthrædd fyrir 3 árum síðan. En nú komið að kveðjustund. En það er ekkert til þess að vera leiður yfir. Framtíðin blasir við okkur og allir vegir eru opnir. Við erum öll að fara í mismunandi áttir en sama hvert förin heitið þá erum við að fara að gera eitthvað nýtt og spennandi.
Eitthvað sem færir okkur nær lífsmarkmiðum okkar og draumum okkar. Lífið í okkar höndum, við ráðum hvert förin heitið, þannig að það eins gott að það verði skemmtilegt. Og fyrir hönd okkar útskriftarnema vil ég segja takk. Takk elsku kennarar og starfsfólk fyrir allt. Án ykkar væri skólinn ekki eins frábær og hann Ég vil enda á að lesa fyrir ykkur stutt ljóð eftir Margréti Helgu sem ég finnst eiga vel á stundu sem þessari. Lífið snýst, eilífan hugsanagang. Á hverjum degi mér færir í fang. Spurningar, hvað rétt, hvað rangt? Svo lengi ég læri sem lífið langt. Takk fyrir mig. Hinn 19 ára pólsk-íslenski Alexander Grybos útskrifaðist frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem stúdent eftir aðeins 2 ára nám. Hann söng einnig og spilaði á útskriftarhátíðinni. Alexander æfir einnig knattspyrnu með Keflavík. Þá er Jakob, 12 ára bróðir hans, snillingur á píanó. Þetta næg ástæða fyrir sjónvarp Víkurhetta til að hitta þá bræður og sá hittingur var í tónlistarskóla Reykjanesbæjar þar sem þeir stunda báðir nám. I'm the rocket man, burning out his fuse up here alone. Þetta var nú alveg þokkalegt hjá þér, rocket man við útskrift og mikil tímamót svona hjá þér. Já, náttúrulega þetta lag, ég var að horfa á Rocket Man myndina sjálfa og ég bara, ég verð að spila þetta lag á útskriftinni minni. Tók það. Vel gert og varstu búinn að æfa þetta? Já, ég er búinn að æfa nokkuð mikið. En þetta eru stór tímamót hjá þér, útskrifast sem stúdent á 2 árum. Það frekar sjaldgæft. Hvernig fara menn að því? Það bara massa skipulag og metnaður í námið. Taka fullt af fjarnámi og sumar. Sumarskóli líka. Já, og svo var ég náttúrulega í pólskuprófi og í tónlistarskólanum sem hjálpaði mér mjög mikið með að útskrifast á 2 árum. En hvernig var svo veturinn í vetur? Það hefur verið svolítið stíft prógram hjá þér að læra og þú búið að gera meira en það út í tónlist og einhverjum íþróttum? Já, það er bara númer 1, 2 og 3 skipulag þegar maður er í svona mörgu. Svo maður fær tíma í allt til að læra, fara á æfingar og spila á hljóðfærið sitt og fara á æfingar í því líka. Hvað ertu að gera meira en að stunda tónlist og hafa verið í framhaldsskóla? Ég er líka fótbolta í Keflavík í öðrum flokki, spila fótbolta. Þannig það er út að segja að sé nóg að gera hjá þér? Já, það mætti segja það. Og hvert stefnir þú? Ég er að fara núna í háskóla í haust, í HÍ, í verkfræðilega eðlisfræði. Ég stefni á það og halda áfram í tónlist og fótbolta. En þá er það yngri bróðurinn, Jakob. Þú ert 12 ára gamall en ert á fullu í tónlist líka og í námi. Hvernig þarft þú að skipuleggja það svona líka eins og bróður þinn? Nei, ég er ekki eins og bróður minn. Ég er bara píanó. Þannig að áhugasviðið þitt er í tónlistinni, ert í fótbolta eða ykkur öðru? Ég var í fótbolta en ég hætti.
Við höfum mjög góðar heimildir fyrir því að þú kunnir sitt lítið af hverju í píanó. Ertu búin að æfa, eða ertu búin að vera að læra það lengi? 3 ár. Já, ég byrjaði í 3. bekk. Og hvert stefnir þú? Leitar hugurinn að verða tónlistarmaður? Já, ég vil vera píanókennari í framtíðinni. Ok, og hvað var það sem að leiddi út í píanóið? Ég veit það ekki. Það bara, ég vildi prófa að spila á píanó. Ég vildi spila á gítar eins og bróðir minn, en ég bara fór í píanó. Nú eru þið pólskir að uppruna, en hafið búið alla tíð á Suðurnesjum. Hvernig hefur það svona verið? Bara fínt. Ertu meiri pólveri heldur en Íslendingur? Þetta erfið spurning? Já, bara 50-50. Það gaman að sjá hvernig þið hafið svona náða, já, þið eru náttúrulega bara, eins og við segjum, heimamenn, þó að þið séu með, já, pólska foreldra eða ekki, þannig að þið eru mjög ánægðir með lífið hérna. Já, ég myndi allan daginn kalla mig Keflvíking, alltaf heimamaður. Hvernig sér þú framtíðina fyrir þér? Já, bara fara í háskóla í þessa verkfræðilega eðlisfræði, klára þar og við erum að gefa út plötu með hljómsveitinni næsta ári og svo við tveir að gefa út eina plötu bara sjálfur, klassíska plötu, bara rocktónlist. Það held ég bara næstu markmiðin. Og þú eru þið saman í hljómsveit hérna? Já, við erum saman í hljómsveitinni. Ég þurfti að hafa hann með, það var bara ekkert, það er bara ekki hægt að sleppa honum. Það er svo góður, efnilegur. Hvað heitir hljómsveitin? Hún heitir Demo. Sjáðu hvert við höfum náð, endalaus eftirsjá. Sérstaklega pólskri hátíð, menningarhátíð sem það sem var verið að vekja athygli á innflytjendum á Suðurnesjum og þið voruð að tróða upp þar.
ungt fólk, börn innflytjenda, dugleg að svona stunda félagslíf, íþróttir og nám? Algjörlega, sérstaklega í tónlist, maður sér oft bara mjög marga pólska nemendur í þenni tónlistarskólum. Það er mjög mikið af tónlistarkrökkum sem eru frá Pólandi. Það er rík hefð þarna í Pólandi fyrir tónlist? Já, sérstaklega klassísk hljómsveit, tónlist, það er mjög mikil hefð. Og þar kemur þú sterkur inn, Jakob, eða ekki? Já. Hvað, hefurðu meiri áhuga á klassíkinni heldur en poppi eða einhverju slíku? Þú ert í Bítlabænum Keflavík, Reykjanesbæ. Já, mér finnst bara klassísk tónlist betri en pop og rock tónlist. Ég semja líka klassísk tónlist. Þú ert að semja klassíska tónlist? Já, ég er að semja. Og hvaða grunn þarftu að hafa í rauninni til þess að gera það? Þegar þú ert kannski, já, þú ert bara búin að vera í 3 ár í tónlistarnámi? Ég bara skrifa niður og... Þú ert með í blóðinu? Já. Ég hjálpaði nokkuð mikið líka. Nei. En hvernig hefur þér fundist að alast upp hérna á svæðinu? Bara marga íslenska vini og pólska vini líka. Bara marga vini. Þannig þú ert alveg mjög sáttur þetta? Já. Hvernig finnst þér svona andinn vera hjá Pólverjum og innflytjendum hérna? Nú eru margir sem að vinna til dæmis í flugstöðinni eða í flugtengdum störfum. Finnur eitthvað svona, ég veit að þú ert ungur maður og annað, en finnur eitthvað anda svona? Eru fólki með áhyggjur? Jú, það er allir með áhyggjur. Það er bara, helst bara jafn mikið af öllum. Bara mjög svipað af öllum, myndi ég segja. En bjartsýni samt svona sem að ríkir hjá fólki? Já, það er alveg mikið bjartsýni, en það er alveg miklar áhyggjur á svona hvort maður fær starfið eða ekki, allir tilbaka. Þannig að heldur að sé hluti af því að mennta sig vel eins og þú stefnir á að gera, það sé svona lykillega framtíðinni? Ekki endilega, það er bara, maður fer bara sína leið, maður kemst á toppnum bara með sinni leið, myndi ég segja. Þú getur kannski verið frægur tónlistarmaður. Já, það er alltaf hægt. Jakob, ætlar þú að verða bara einbindaður að því að verða góður kennari eða langar þig að verða frægur píanisti? Mér bara langar að vera bæði. Já. En svona, var þetta ekki svolítið, þetta hefur verið svolítið stýrt prógram hjá þér á veiru tímum, fjarnám, eitthvað sem að hafi ekki þurft að gera áður og annað. Þannig að var þetta ekki svolítið stýrt prógram að klára stúdentinn á 2 árum? Já, það reyndi náttúrulega að skipulega ennþá meira, að skipulegja sig að læra, náttúrulega maður að læra allt heima og gera náttúrulega fótboltinn datt út meira út. Við gerðum útiæfingar, bara fengum prógram og tókum upp bara á símanna hvað við gerðum mikið og sendum á þjálfarann. Það tók náttúrulega minni tíma heldur að mæta æfingar og þannig, en námið var stíft þá líka. Með hverjum ertu að spila út? Með Keflavík. Hanga með snart Nótti ekki alltaf vera svart Kannski gæti aftur orðið bjart Sjáum til hvað það býr
Leið við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við segjum fréttir daglega á Víkurfrétta vefnum vff.is og golffréttir á kylfingur.is. Við erum eins og undanfarin tæp 40 ár að gefa út vikulegt fréttablað sem hefur verið rafrænt síðustu 10 vikur. Í þessari viku komið víða við í blaðinu, fjöldi viðtala við Suðurnesjamenn og frásagnir frá því helsta sem hefur verið að gerast á Suðurnesjum síðustu daga. Það gaman að segja frá því að viðtökur við rafrænu blaði hafa verið frábærar en við hvetjum eldri borgara að verða sér út spjaldtölvu eða tölvu til að njóta lesturs á rafrænu blaði sem þeir vilja ekki missa af. Við þykjum ábendingar áhugavert efni í okkar miðla sem á senda á netfangið vff hjá vff.is. Sjáumst í næstu viku, takk fyrir og verið sæl.